Tekjur íslenskra orkufyrirtækja vegna sölu á raforku til álframleiðslu hafa aukist mörg hundruð milljónir á þessu ári vegna hækkandi álverðs. Höskuldur Kári Schram. Heimsmarkaðsverð á áli hefur hækkað alltaf 34% frá áramótum og nú yfir $3.000 á tonnið. Raforkuverð til álvera tekur mið af heimsmarkaðsverði á áli en varlega má áætla að tekjur orkufyrirtækja af raforkusölu til álvera nemi rúmum milljarði á mánuði. Samkvæmt upplýsingum frá Landsvirkjun hefur hækkun á álverði nú þegar skilað orkufyrirtækjunum 200–300 milljónum króna í tekjuauka miðað við fyrri áætlanir. Ef hækkunin heldur út árið gætu tekjur orkufyrirtækjana því aukist alltaf 1 milljarð. Gústaf Adolf Skúlason, aðstoðarframkvæmdastjóri Samorku, segir samspil gengisþróunar og hækkandi álverðs vera einkar hagstætt þessar mundir. Oftast nær þá verða ekki mjög stóra sveiflur á þessu þar sem að bandaríkjadalur og álverð hafa svona ákveðin jöfnunar á sig hvor og annan. Að þessu sinni aftur á móti fyrir okkur þá krónan að lækka gagnvart dollar á sama tíma álverð að hækka mjög mikið. Oftast nær þetta ekki mikla sveiflur en að þessu sinni þá verður þetta töluvert mikið sveifla.